Á blaðsíðu 26 í kennslubókinni er tekið fyrir hvernig getið tekið út hreyfingalista og prentað út. Og það gerum við með því að fara hérna í fjármálastjórnun fjárhagur skýrslur og við skulum bara taka hérna út, fara hérna í færslur og taka hérna út fjárhagur hreyfingalisti. Nú það er hægt að stækka og minnka hérna eins og venjulega og ég ætla að þurrka út banka sem ég tók hérna áðan. Segja nú að við myndum bara vilja fá hreyfingalisti við allt saman. Þá fyllum við ekkert út og getum farið hérna í forskoðun og þá koma færslulyklarnir eða fjárhagslyklarnir í númeraröð og þá getið þið rennt yfir og séð hvort það sé eitthvað í debit það sem á að vera í kredit og í kredit það sem á að vera í debit. Eins og tveir lyklarnir eiga náttúrulega að vera í debit að því þetta er kostnaður. Tekjulyklarnir eiga að vera í kredit að því að þetta eru tekjur. Eignir er í debit, þegar við minnkum eignir þá er það í kredit, aukning á skuldum í kredit og minkur á skuldum í debit. Ef þið viljið hérna afmarka lykla, segjum til þess að við ætlum að taka út hvað við eigum ógreitt í launatengd gjöld og segjum að við munum ekki lyklana, þá getið þið farið hérna ofan í bókhaldslyklana og ég ætla að gera það. Og þetta eru 62 lyklarnir og ég ætla að byrja á því að taka hérna bara 62.510 og tvísmetla á, svo ger ég punktur punktur og fer svo aftur ofan í og ætla að taka hérna 62.580. Nú ég gæti afmarkað eftir dagsetningum ef ég væri til dæmis að taka bara út febrúar. Þá myndi ég segja bara 1.2. 14 punktur punktur 28.2. 14 og svo ætla ég að fara hérna í forskoðun. Við erum bara búin að bóka janúar á þessu stigi og þá fæ ég stöðun á ógreiddu launatengdum gjöldum og get þá fyllt út skilagreinar eftir því. Takk fyrir.